kenna barninu mínu einhverjar hugmyndir sem mér finnst vera dellu hugmyndir. Það svo sem alltaf lagi, hann getur aflært það eins og margt annað. En aftur á móti, ef þú skilar honum ekki að þér, skrifandi, lesandi og reiknandi, að þá áttu ekki að vera að huga að neinu öðru fyrir en það komið. Eftir það getur þú farið að kenna honum það hvað vestræn gildi séu slæm og hvíti kallar séu uppspretta alls íls. Kendu honum það eftir það. En ekki skila honum bæði af þér, ekki lesandi, skrifandi og reiknandi og með einhverja dellu hugmyndir samfélagið. En þetta þá spyr ég þið aftur, þannig að ég sé komin í hlutverk spyrilsins, hver ábyrgð háskólans? Hvernig á að láta háskólan bera ábyrgð á þessu? Því að ég hef ekki heyrt múkk frá háskólanum. Þeir eru ekki með lausnin á þessu sem, eins og staðinni núna. Hvorki, það eru 2 kennaradeildir, á Háskólanum Akureyri og Háskólanum HÍ. Og þetta, ráðherra getur ekki snert á háskólanum, af því að þeir eru í armslengd sem ég skila ákveðnu leyti. En ef ég var í armslengd frá einhverjum, þá myndi ég vilja láta mæla mig og bera, heyrðu, þessi deild hér gengur ekki nógu vel. Það eitthvað við þurfum að breyta, en ekki bara sökka dýpra ofan í einhvers konar kennslufræði sem að skilar engu og bara svona svamlandi einhvers staðar miðju hafi og veit ekkert hvert þeir eru að synda, Nei, að einhverju leyti, ég ekki endanlega með svarið hver ábyrgð háskólans, en ég aftur á móti, svo við tökum þetta kannski aðeins lengra út fyrir það svið, þá tel ég að óháð því hver ábyrgð þeirra verður eða verður ekki, að þá held ég að þetta sé og þetta ákveðin bjartsýnistón og reyndar líka varnarorð til þeirra sem eru að sinna þessu akkurat í dag, því ég veit alveg það eru fullt af kennurum sem eru sammála okkur. Og ég ætla ekki að fara að segja að meiri hluti kennara er sammála okkur, en meiri hluti kennara eru samt sammála það að eitthvað þurfa að breytast til þess að sveigja okkur af þessari leið og að leið upp á við. Það er ekki hægt að segja lengur bara að PISA-kannanir séu della. Það er ekki hægt að segja lengur að OECD-skýrslunar séu bara eitthvað sem að þurfa að grafa út því að geti mögulega haft þau áhrif að einhver verið leiður sem er á sófanum allan daginn. En ég held aftur á móti að þetta sé komið í ákveðin svona sjálfslæknandi fasa þar sem að ég held að